Þetta var heldur betur leikur og það hafðist með herkjum hjá okkur. Hvað var það sem kláraði þetta? Bara, þú veist, datt okkar megin í hérna. En það sem kláraði þetta var að Hildur klikkaði á þessu seinna víti eftir að við tókum ákvörðun að brjóta. Það var það sem endanlega gerði út þetta. En við náðum að koma okkur aftur inn í leikinn bara með svona látum og djöfulgangi hana í þriðja. En við þurfum klárlega að finna svona betri systematískar leiðir til að takast á við þetta KA-lið. Þetta var mikið svona bæði lið einbeitti sig svolítið að loka miðjunni og það var svolítið erfitt fyrir alla að koma svolítið að teiknum nema með gríðarlegum svona bardaga, þannig að maður segja kannski að bæði lið hafi svona staðið og fallið með þriggjastaskotunum sem duttu í lukan. Já, virtist svona nánast eins og bæði lið væri bara, þetta var bara sama, láta einhvern annan vinna sig heldur en Helin og Kjönu okkar megin og þetta Big Three hana hinum megin sko. Sem alveg eðlileg strategía og ég meina við treystum öllum okkar stelpum til þess að stíga upp á neglunum í skotunum og við munum skjóta boltanum betur í öllum leikjum á móti KR en við gerum í dag. Við munum bæði þau náttúrulega finna betri leiðir sjálfar og svo mun bara boltin fara meira onni. Það var rosa svona jitters í þessum leik, sérstaklega fyrir leik í þriðju umferð. En það er líka bara frábært að fara í gegnum þessa lærdómskurfur sem lið svona snemma á tímabilinu. Það er eins og segir, það er októberinn, það var hiti og það var bara svona smá playoffs í þessu öllu, þannig ekki pínu gaman. Já, ég meina við erum að fara að spila 8 leiki við þetta KA-lið í vetur og það hérna verður bara svona stemning í öllu leikunum sem er frábær. Og það sem að mun held ég gerast er að leikmenn bara venja storkustíginu og þá fer bara að vera auðveldara að grípa og skjóta í horninu þegar boltinn er komin til inn.